Við erum að innleiða nýtt ferli varðandi líffæragjafir á Íslandi og þetta er viðbót við núverandi ferli. Að þá er möguleiki að verða líffæragjafi eftir andlát þegar bara blóðrás stöðvast. En fram að þessu þá hefur það verið eingöngu eftir heiladauða og það er þá, kannski blóðrásin hefur ekki stöðvast en öll heilastarfsemi hefur hætt. Við höfum knappan tíma frá því að einstaklingur deyr eða blóðrás stöðvast þar til að einstaklingur þarf að vera komin inn á skurðstofu og aðgerð þarf að vera hafin. Þannig að í þessu ferli þá erum við að fara yfir allan hnökra sem geta fundist. Við þurfum að vera alveg með á hreinu öll hlutverk, allar sem koma að þessu verki og það eru fjölmargir. Það eru læknar og hjúkrunarfræðingar og gjörgæslu, skurðstofu, svæfingu og þetta er teymið sem er frá Sahlgrenska og eru þau sem voru með í að starta þessu DCD eða eftir blóðrásadauða ferli bara í Svíþjóð. Það var sameiginlegt teymið, það var ekki bara Gautaborg, það var Stokkhólmur og það voru fleiri staðir en þau voru svona forsprakkarnir í því þar og það er búið að vera svona lengi bíkjar að við myndum bæta þessu við okkar ferli hér á Íslandi líka. Við erum að þjálfa okkur í að fara yfir alla tékklista eða gátlista, allt sé til staðar sem þarf að vera til staðar, allir séu með sín hlutverk á hreinu, við þurfum að þjálfa hversu lengi við erum að fara með einstakling frá gjörgæslunni og skurðstofu, hvernig við höfum okkur þar. Við höfum verið með líffæragjafi núna í mörg ár og þegar kemur andlát samkvæmt skilmerkjum heiladauða, það þýðir í rauninni að áverkinn á heilan er svo mikill að allt blóðflæði til heila stöðvast, þannig að heilinn hættir að starfa. En þegar einstaklingur er á gjörgæslu og þetta gerist, þá getum við með okkar stuðningsmeðferð haldið áfram öndun og blóðrás og haldið í rauninni öllum líkamanum gangandi nema heilanum. Þannig að þess vegna er einstaklingurinn tæknilega séð látinn þó að líkaminn og líffærin séu það ekki. Og þá hefur einstaklingur getað orðið líffæragjafi. Núna er það þannig að einstaklingur deyr eftir að við tökum stuðningsmeðferð burt og blóðrásin stöðvast og þá þarf allt teymið að vera komið, allt þarf að vera tilbúið. Við höfum ekki þetta svona frelsi að við stjórnum tímanum eins mikið og við höfum haft áður. Og það er eitt af því sem krefst þessa gríðarlegu þjálfunar og þessa samvinnu frá upphafi til enda. Af því að þegar blóðrás stöðvast, að þá höfum við bara stuttan tíma að komast inn á skurðstofu áður en að verður of seint, áður en að líffæran vegnar ekki vel. Svona almennt séð er það 8 til 10 líffæragjafir á ári sem við erum með eins og stendur eftir skilmerkjum heiladauða. En þetta kannski bætir við 3 til viðbótar